Þúsundir íbúa á indónesísku eyjunum Jövu og Súmötru hafast nú við í neyðarskýlum eftir flóðbylgju aðfaranótt laugardags. Staðfest að á 500 manns létust, á annað hundrað enn saknað. Tugir þúsunda hlýddu á friðarboðskap Frans páfa á Péturstorginu í Róm í dag. Fjölmenni var líka í pólskri messu í Landakotskirkju í Reykjavík. Þar hvatti presturinn fólk til að vera gott allt árið, ekki bara jólin. Byggingakrönum fer hratt fjölgandi og eru þeir orðnir fleiri en árið 2007 þegar uppgangurinn á byggingamarkaði var hvað mestur. Fjöldinn hefur þrefaldast á undanförnum 6 árum. Hópur Íslendinga hélt jól í 20 stiga frosti og glampandi sól á Suðurpólnum. Fyrsta íslenska konan til að keyra á pólinn segir að jólin hafi verið sérstök en góð. Ein vængjuð æðarkolla úr Önundarfirði býr hjá fósturfjölskyldu í Norðlingaholti í Reykjavík. Þar unir hún sér vel með mannfólki og hundi og kemur alltaf heim aftur þó hún hitti aðra andfugla. Gott kvöld og gleðilega hátíð. Hjálparstarfsmenn í Indónesíu óttast að farsóttir breiðist út meðal þeirra þúsunda sem hafast við í neyðarskýlum eftir flóðbylgjuna helgina. Þetta fólkið sem misti allt sitt aðfaranótt laugardags þegar flóðbylgjan frá eldfjallinu Anak Krakatá skall á strandbyggðum á Jövu og Súmötru. Íbúar hafa verið að snúa aftur til heimila sinna til að bjarga því sem bjargað verður. Þúsundir hafast við í neyðarskýlum. Hjálparstarfsmenn óttast að farsóttir eigi eftir að breiðast út. Our focus right now today is to distribute reliefs to the communities, to the affected people. They still need drinking water, blankets and also tarpaulins mattress for them to sleep and to survive. Ofsahræðsla greip sig fyrr í dag í Banten héraði á strönd Jövu þegar sá orðrómur komst á kreik að önnur flóðbylgja væri á leiðinni. Hálftíma síðar var þetta borið tilbaka. Fólk á tauginni eins og gefur að skilja. Pas kejadian emang cuaca emang itu lagi bagus itu ya. Cuaca memang bagus itu, tiba-tiba air itu naik itunya langsung. Itu nggak bisa lari lagi itu, nggak bisa lari. Langsung cepat aja gitu. Pokoknya luar biasa cepat ajanya langsung. Saya langsung kena kegusur kena ombak itunya. Langsung kena ombak. Gitu. Saya juga sampai pingsan lah gitunya. Kan kami udah nggak punya apa-apa. Punya modal usaha habis, yang ada juga habis gitu. Minta bantuan, minta buat itu aja buat modal usaha gitu. Dikit-dikit. 1500 manns eru særðir eftir þessar hamfarir helgina. Sjúkrahús á svæðinu eru yfirfull. Stjórnvöld í Indónesíu staðfestu í dag að 430 manns hafa til þessa fundist látnir. 150 enn saknað og líkurnar á að finna einhvern á lífi minnka með hverjum klukkutíma sem líður. Hátíðarmessur voru víða land í dag og ekki bara á íslensku. Það á að sýna tilfinningar og vera góður allt árið, ekki bara jólin. Þetta var boðskapur prestsins í Landakotskirkju í dag, segir kirkjugestur. Þar var messað á pólsku í fullri kirkju. Biskup Íslands Agnes Sigurðardóttir talaði í predikun sinni í Dómkirkjunni fyrir hádegi mikilvægi þess að bera út sögun fæðingu Jesú og boðskapinn. Pólsk messa var í Kristkirkju á Landakotstúni klukkan 1 en hún dómkirkja kaþólskra hér. Fjöldi í kaþólsku kirkjunni á Íslandi hefur margfaldast síðustu 20 ár. 3200 voru skráðir í kaþólsku kirkjuna 1998 samkvæmt Hagstofunni en 13.400 tilheyra nú söfnuðinum. Líklega eru Pólverjar fjölmennastir en þeir eru nú 17.000 sem búa hér. Í dag messaði nýr prestur, Rafal Sikorski, en hann kom hingað til lands í október. Svo fjölmennt var í kirkjunni í dag að ekki voru sæti handa öllum. Áberandi var hvað kirkjugestir tóku mikinn þátt í messunni og virtust kunna sálmana utanbókar. Komið þið alltaf hérna í messu á jóladag? Ég koma, ekki kann alltaf. Erst þú kaþólskur? Nei, ég lúterskur. En þú tekur samt þátt í þessu, þetta falleg athöfn. Já, svona jólum og páskum. Írana Galasevska hefur búið á Íslandi í 21 ár.
En Jakob Kobiela 10 ára og borinn hér á barnfætur. Ferðu oft í kirkju? Svona 2 á ári kannski. Nú voru allir sem voru í kirkjuna að syngja með á pólsku. Getur þú það þá líka? Smá. Kanntu að syngja jólalög bæði á íslensku og pólsku? Já. Hvað var presturinn að tala núna? Hann var bara að tala, vera svona, ekki bara jólin, vera svo gott við alla, bara alltaf. Bara sína tilsýninga og ekki bara jólin. Margar pólskar messur verða í kirkjunni yfir hátíðirnar en einnig verður messað á slóvakísku, spænsku, ensku, íslensku og latínu. 50.000 manns voru á Péturstorginu í Róm í dag þegar að Frans páfi flutti ávarp sitt til heimsbyggðarinnar. Páfi notaði jólaávarp sitt í gær til að gagnrýna óseðjandi græðgi og neysluhyggju nútímans. Í dag sagðist hann vona að hátíðirnar færðu fólki frið og aukið bræðralag. Consenta a israeliani e palestinesi di riprendere il dialogo e intraprendere un cammino di pace che ponga fine a un conflitto che da più di 70 anni lacera la terra scelta dal Signore per mostrare il suo volto di amore. Il bambino Gesù permetta all'amata e martoriata Siria di ritrovare la fraternità dopo questi lunghi anni di guerra. Hátt í 400 byggingakranar eru skráðir í notkun hér á landi og hafa aldrei verið fleiri. Byggingarkranavísitalan svokallaða náði sögulegum hæðum í síðustu viku þegar fjöldinn fór yfir gamla metið sem var sett árið 2007. Vinnueftirlitið hefur á síðustu árum haldið utan hina svokölluðu kranavísitölu sem þykir vera ágætis mælikvarði á umfang framkvæmda. Oft vísað í ummæli hagfræðingsins Roberts Alibers í þessu samhengi sem taldi fjölda byggingakrana á höfuðborgarsvæðinu vorið 2008 vera til marks ofhitnun efnahagslífsins. Kranar eru skoðaðir árlega með tilliti til öryggis. Sjálfur sér verður vinnueftirlitið að samþykkja hver einustu tilfærslu á krana. Krani reistur við eina blokk, vinnueftirlitið þarf að samþykkja uppsetninguna. Hann færður á næstu blokk, vinnueftirlitið þarf að samþykkja uppsetninguna. En svo þessi árlega öryggisskoðun. Það eru þær sem við erum að telja og gefa út sem kranavísitölu. Árið 2007 voru 364 kranar í notkun hér á landi og höfðu þá aldrei verið fleiri. Eftir hrun dró verulega þessum fjölda og voru kranarnir orðnir 113 árið 2010. Síðan fór þeim að fjölga á ný og voru orðnir 384 í síðustu talningu vinnueftirlitsins. Hvað segir þessi vísitala okkur? Hún segir okkur að krónum að fjölga mikið í samfélaginu. Þeir voru flestir 2007 en þeir eru orðnir 20 fleiri ár heldur en þeir voru 2007. Þannig að það er meiri umsvig í dag heldur en á þessu fræga ári? Klárlega meiri umsvig. Vinnuslysum hefur hins vegar ekki fjölgað í samræmi við aukin umsvif. Árið 2007 voru skráð 627 vinnuslys í byggingariðnaði en voru 217 í fyrra. Byggingakranar eru mjög jákvæður út frá vinnuverndarsjónarmiði. Þeir fækka slysum og þeir minnka gríðarlega líkamlegt álag. Það er að segja hérna fyrir einhverjum áratugum og þá voru menn að labba með byggingarefni, timbur, sementspoka, alls konar verkværi, menn voru að labba með þetta upp 2-3-4 hæðir, eftir þröngum göngum og svo framvegis. Þetta hefur minnkað. Notkunar á alls konar lausum stigum hefur líka stóru minnkað. Þetta er allt saman jákvætt. Mótmælendur í Frakklandi héldu upp á jólin út á götu. Kristið fólk í Írak fagnaði því að geta yfir höfuð haldið jólin hátíðleg og Bandaríkjaforseti var sakaður að hafa spillt jólunum fyrir 7 ára dreng. Mótmæli svokallara gulvestunga hafa sett sinn svip á þjóðlífið í Frakklandi undan farnar vikur. Á því varð engin breyting á aðfangadagskvöldi í bænum Somein, nálægt belgísku landamærunum. Þar hafa mótmælendur haldið til á hringtorgi síðan í nóvember og í gærkvöld héldu þeir jólamessuðar. La violence n'est pas légitime. Il y a violence économique, un système fiscal qui fait sortir les gens dans la rue. La violence appelle la violence. L'Église propose le dialogue. Námuverkamenn í Pólandi héldu jólamessu fyrir sig og sínar fjölskyldur í saltnámu nálægt Kraká, 100 metra undir yfirborði jarðar. Í Dublin tróð söngvari U2 Bono upp með The Edge, gítarleikara U2, til að styrkja heimilislausa í borginni.
Og í Lima, höfuðborg Perú, klæddu lögreglumenn sig upp sem jólasveina og vitringa og glöddu gesti og gangandi. Jólasveinninn og aðstofamenn hans sýndu listir sínar á Potomac-ánni nálægt Washington og í Hvíta húsinu ræddu forsetahjónin við börn jólin með misjöfnum árangri þó þegar Donald Trump spurði 7 ára dreng hvort hann tryði enn á jólasveinin. Are you still a believer in Santa? Because at 7 it's marginal, right? Það var hins vegar öllu hefðbundnari og geistlari tónn í hátíðahöldunum í bænum Bartella nálægt Mósúl í Írak. Næstum allir kristnir íbúar Bartella flúðu þegar hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki tóku þar völdin árið 2014. Innan við helmingur þeirra hefur snúið tilbaka. Í gær var haldið upp á jólin í nýuppgerðri kirkju í bænum. نحث العالم بأن يرجعون هوني لأنه هوني بدنا نتكاتف ومن جد وجديد نبني برطلة من جد وجديد وإن شاء الله الأعياد القادمة تكون أحلى وأحلى. Hópur Íslendinga hélt upp á jólin á Suðurpólnum í ár. Ein úr hópnum fyrsta íslenska konan til að keyra á pólinn. Undanfarnar vikur hefur hópur fólks lagt land undir fót og freistað þess að komast alla leið á Suðurpólinn og það tókst. Þann 22. desember komst hópurinn á leiðarenda. Ragnheiður Guðjónsdóttir önnur íslenska konan sem kemst á pólinn en svo fyrsta sem keyrir bíl þangað. Með henni í för voru Ari Hauksson og Arnór Ingólfsson. Fréttastofa náði tala af henni í dag þrátt fyrir slæmt símasamband. Það var svo mikið sigur og rosalega gaman að komast á pólinn. Og gaman að sjá litlu þess að yfir sóli sem maður hefur séð svo marga myndir. Á þessum árstíma sest sólin ekki á Suðurpólnum og þann 22. desember var bjart og stillt en 23 stiga frost. Ragnheiður segir að sjálf jólin hafi því vissulega verið óvenjuleg. Það var svo rosalega sérstök. Við erum mjög á svona túristakanti á Suðurpólnum þegar fyrirtæki hérna og við fyrir mat með öllum starfsfólkinu og hóptum okkar inn í tjald. Þannig að það var rosalega góður matur. Þannig að það var góður mat og var í góður félagsskap. Ragnheiður segir að jólasveinninn hafi fylgst vel með GPS-staðsetningu þeirra ásamt lukkudýrinu Elmo. Elmo bánsi Elmas Óðins sem sonur Ragnheiðar. Þannig saknast rosalega mikið. Maður fór út með sterkan fyrir og búin að stilla hausinn og það ekki að sjá. En nú þegar styrst bíli þá séu við heim, þá var það og það var ekki þannig að komast í norska honum. Miklar tafir hafa orðið á því að koma á öruggu fjarskiptasambandi við íbúa Mjóafjarðar. Í vondum veðrum rofnar gjarnan örbylgjusambandi staðinn og þá eru talstöðvar í bátum eina tengingin við umheiminn. Á veturna ferjan lífæð Mjófirðinga enda vegurinn lengst af lokaður vegna snjóa. Ferjan fer 2 í viku og eftir klukkutíma siglingu frá Neskaupstað blasir Brekkuþorp í Mjóafirði við. Ferjan flytur allt og íbúarnir fá jólakostinn í velmerktum kössum í fiskikari. Þeir búa ekki aðeins við tregar samgöngur, heldur eru fjarskiptin í molum. Það má nánast ekki verða vont veður, þá fellur símasamband þér niður. Og þegar ég segi símasamband þá meina ég allt samband. Gemsi, tölvusamband og fastlína. Þetta náttúrulega algjörlega óviðunandi að menn hafi ekki símasamband á milli bæja einsunni hér sko. Því við getum ekki einsunni náð í næsta bæ. Þetta eru lofnetinn minn öllsumul. Gerfinhætta móttakar og svoleiðis dæmi og talstofalofnet sem að við notum til þess að tilkynna okkur úr og í höfn og nýtist okkur líka í sambandsleysinu að láta vita að við séum sambandslaus. NS 6841. 6841. Já, góðan blessan daginn. Þetta hérna Mjóafirði eins og kannski veist. Ég ætla nú bara hreinlega að þakka kærlega fyrir gott samstarf og óska ykkur gleðilegra hátíðar. Já, takk fyrir það, gleðilega. Þú hefur bara samband aftur bara, hvenær sem Svona það nú sko. Eina tengingin í gegnum örbylgjuloftnet sem veldur því að nethraði lítill og tengingin stopul. Til stóð að leggja ljósleiðara frá Seyðisfirði síðasta sumar en ekkert varð af því
þar sem ekki náðist samkomulag línuleið við landeiganda í Austdal. Neyðarlínan og Rarik, sem leggur rafstreng í leiðinni, meta nú kostnað við þá leið sem landeigandi vill fara og leita lausna. Fúsi á Brekku, eins og hann kallaður, hefur verið beðinn að brjótast inn í fjarskiptaskúrinn með kúbeini til að reyna að koma fjarskiptum í lag. Og þetta mjög bagalegt af því að, eins og allir vita, að þá náttúrulega fer allt í gegnum þessar tölvur. Þetta ekki gott, en þetta stendur til bóta. Við trúum því. Gert hefur verið við gluggagerðar Helgadóttur í Skálholtskirkju og altaristöflu kirkjunnar sem lá undir skemmdum. Vígslubiskupinn í Skálholti segir gluggana dýrgripi með mikla merkingu. Kirkja hefur staðið í Skálholti frá árinu 1056 og núverandi kirkja var vígð árið 1963. Gluggar hennar segja mikla sögu, segir vígslubiskup, bæði þjóðar og kristni sem og hjálpræðis og breyskleika. Gluggarnir í Skálholti eftir gerði Helgadóttur þykja mikli dýrgripir. Þeir voru hins vegar orðnir illa farnir og voru sendið til Þýskalands í viðgerð og þeirri viðgerð nú lokið. Það var fyrst talið að þeir væru mjög illa farnir og þess vegna var kostnaðaráætlunin mjög há og menn óshugum við því. En síðan þegar tiláttataka þegar gluggarnir eru komnir út með þessi þá svona farða fyrstu gluggarnir sent út í holum. Að þá til Þýskalands að þá kom í ljós að þeir voru kannski ekki alveg eins illa farnir og viðgerðin var ekki eins dýr eins og óttast var í upphafi. Að sögn Kristjáns nemur kostnaðurinn 30 milljónum króna en hann segir marga, einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir hafa lagt málefninu lið. Gluggarnir voru sendið til Oidman, elstu glerverksmiðju Þýskalands, en þaðan var upphaflega glerið fengið. Menn sem komu þaðan í verkið voru 7. og 7. ættliðurinn í faginu. Og þeir lét ekki bara duga að laga gluggana, því þeir sá að það var komin sprunga í hörhund Jesú á altaristöflunni og buðust til að laga hana fyrir 3.000 evrur og segir Kristján að einstaklingur, sem ekki vill láta nafnsins getið, hafi borgað það. Gluggar og altaristafla eru því eins og ný. Kristján segir fjölda gesta í Skálholti hafa vaxið 70% undanfarin 4 til 5 ár, Íslendingar og útlendingar. Hann segir marga meðvitað sögu og menningarsess staðarins og gripana þar. Sem fyrr segir eru gluggar gerðar Helgadóttur hlaðnir táknum. Meiningin að opna þetta enn frekar fyrir fólki með því að gefa út bækling, þægilegan bækling til að lesa og glugga í og átta sig á merkingu hvers glugga fyrir sig og formana sem líka bara mjög merkilegt fyrir bara hina óhlutbundu list í landinu. Ein vængjuð æðarkolla úr Önundarfirði býr nú í Norðlingaholti í Reykjavík. Fóstra hennar segir engu líkar en að kollan líti á sig sem hund eða manneskju frekar en fugl. Þessi æðarkolla ekki að villast. Hún stödd á heimili sínu í Norðlingaholti þar sem hún býr með 4 manna fjölskyldu og hundi. Fjölskyldan tók kolluna að sér þegar hún var ungi í Önundarfirði þar sem þau eiga hús. Það komst villiköttur í hann og sleit af honum annan vænginn. Þannig að það var þá alveg augljóst mál að við gátum ekki sleppt honum út í náttúrunni. Og við náttúrulega eigum heima hérna í Reykjavík, þannig að það var bara ekkert annað í stöðunu en að hann kæmi bara með okkur heim. Og hvernig hefur það gengið? Bara rosalega vel. Hann bara einn af fjölskyldunni. Þetta ólíkt öllu öðru sem ég hef bara gert en þetta samt ótrúlega skemmtilegt. En hvernig hefur hann lagað sig að heimilinu og ykkur? Bara furðulega vel. Bara skrítið hvað önd getur vannist venjulegu heimilislífi bara, eins og hver annar. Hefur hann hitt aðra fugla? Já, bæði æðarkollur og stokkendur. Hann syndir með þeim í smá tíma og svo bara kemur hann með okkur heim. Það bara eiginlega meiri líkur á því að hann haldi hans í hundur eða maður heldur en okkur tíma fugl. En verður fuglakjöt á boðstólnum á þessu heimili jólin? Helmingurinn af fjölskyldunni eru grænmetisætur og hinn helmingurinn ekki mikið fyrir fugla, þannig að ekki séns. Fjölskyldan hefur ekki tekið ákvörðun framtíð kollunar. Við bara höldum eins lengi og við getum. Og þú best fyrir því? Já. Og þá að veðrinu. Það dregur úr vindi suðvestan til í kvöld og á morgun snýst í hægari suðlæga átt með skúrum eða rigningu sunnan og vestanlands en bjartviðri norðan og austan til. Hiti víða 2 til 7 stig en svalara inn til landsins og til fjalla. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer við veðrið hér rétt á eftir. Og þá að helstu fréttum kvöldsins. Þúsundir íbúa á indónesísku eyjunum Jövu og Súmötru hafast nú við í neyðarskýlum eftir flóðbylgju aðfaranótt laugardags. Staðfest að á 500 manns létust, á annað 100 enn saknað.
Tugir þúsunda hlýddu á friðarboðskap Frans páfa á Péturstorginu í Róm í dag. Fjölmenni var líka í pólskri messu í Landakotskirkju í Reykjavík. Þar hvatti presturinn fólk til að vera gott allt árið, ekki bara jólin. Byggingakrönum fer hratt fjölgandi og eru þeir orðnir fleiri en árið 2007 þegar uppgangurinn á byggingamarkaði var hvað mestur. Fjöldinn hefur þrefaldast á undanförnum 6 árum. Hópur Íslendinga hélt jól í 20 stiga frosti og glampandi sól á suðurpólnum. Fyrsta íslenska konan til að keyra á pólinn segir að jólin hafi verið sérstök en góð. Þessum fréttatíma lokið, við minnum á vefinn ruv.is og næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10. Njótið hátíðarinnar. Verið sæl. Hátíð